Sælblessu, gaman að vera með ykkur í dag. Ég hingað komin til að ræða við ykkur internet og vera kannski með smá inngang að því sem Lúis ætlar að tala hérna eftir þegar hann fer dýpra inn í social business umræðina. En internet eru tækni og tól sem mörg fyrirtæki á Íslandi hafa verið að notfæra sér undanfarin ár og með ágætum árangri mörg, en við heyrum alltaf af fyrirtækjum sem í vandræðum með internetin. Internetið ekki að standast væntingar starfsfólks og stjórnenda og þau eru ekki notuð eins og kannski til var ætlast. Byrjum að skoða kannski landslag á Íslandi þegar kemur að internetum. Hér niðurstöður rannsóknar frá Hagstofunni frá árinu 2010. Því miður ekki til neinar nýrri tölur en þetta. En þetta stöflaritt sýnir hlutfall fyrirtækja með intranet miðað við fjölda starfsmanna. Og þarna sjáum við að helmingur fyrirtækja með 50 starfsmenn eða fleiri eru með intranet og 68% fyrirtækja með 100 starfsmenn eða fleiri eru með intranet. Og það svolítið áhugavert að sjá bæði hvað það eru mörg fyrirtæki sem eru ekki með intranet og líka það að ef þessar tölur eru bornar saman við hlutfall fyrirtækja sem eru með vefsíður þá munurinn mikill. 97% fyrirtækja með 100 starfsmenn eða fleiri hafa vefsíður og hátt yfir 90% fyrirtækja með 20 starfsmenn eða fleiri hafa vefsíður. Ég ætla aðeins að renna yfir bara þróun interneta og síðustu svona rúma 2 áratugi. Fyrstu internetin fóru að líta dagsins ljós upp á 1990. Í rauninni bara allt fyrir að fyrsti vafrinn fór í lofti, ykkur mann eftir Mosaic. Silicon Graphics var meðal annars eitt af þeim fyrirtækjum sem nýtti sér þetta og var snemma með internet í gangi. En það ekki fyrir árið 1995 sem orðið internet kemur fyrst fram í grein í Business Week. Og þessi fyrstu internet þau voru í rauninni mjög statísk. Þetta voru statíska síður sem voru kannski mestalagi með einhver einföld skilaboð til starfsmanna, góðan daginn og svo kannski nokkra bulletpunta svona það helstu skilaboð sem stjórnendur þurftu að koma á framfæri til starfsfólks. Og í rauninni má segja að þessi fyrsta kynslóð interneta, hún svona og þetta í gangi í rauninni næsta áratuginn. Það þessi einstefnu viðskipti frá stjórnendum til starfsfólksins. Það sem bara vera svona top-down virkni. Síðan í kringum aldamótin þá fór að spretta fullt af fyrirtækjum sem að framleiða hugbúnað sem gerur okkur kleift að reka internet eða vefkerfi. Og þetta eru bæði vefsíðu, vefunsunarkerfi og portalkerfi. Í kringum 2005 þá farið að tala Enterprise 2.0. Þá eru samfélagsmiðlarnir aðeins komnir í gang og þá verður pínu svona hugafræðslu því hvernig internetin að virka. Við erum ekki lengur að tala það að það eru bara stjórnendur sem að vera að miðla upplýsingu til starfsfólks. Heldur viljum við draga starfsfólki inn í umræðuna og leyfa því að láta ljósið skína og taka þátt í því sem að gerast í fyrirtækinu og hafa rödd á inniröfnum. Og í kjölfara því þá fórum við að sjá ýmsa svona samfélagsvirkni í líkingu við það sem byrjaði á Facebook fyrir 9 árum síðan. Þetta eru þá helst svona fítusar eins og spjallborð og athugasemdakerfi við fréttur og þvíumlíkt og víkikerfi fara líka í gang eða svona þekkingabrunnar sem hafa síðan náð að blómstra núna síðustu ár. Í lok árs 2009 fyrst farið að tala það sem við kallum í dag social internet eða eitthvað svona samfélagsleg internet. En það eru internet sem miða að því að hlúa fyrst og fremst að samvinnu starfsfólks og útbreiðslu og þekkingu innan fyrirtækja og í rauninni með samfélagsmiðla virknina allt í gegnum internetið og allir starfsmenn geta tekið þátt í því. Internetin í dag þau þurfa sem sagt að geta uppfyllt bæði skilyrðin samt sem áður. Fyrirtæki þarf auðvitað áfram að geta miðla til okkar hvaða stefnu það rekur og hvaða pólisíur eru í gangi og í rauninni leggja okkur línurnar með það hvernig við vinnum. En þau þurfa líka að örva framleiðni og nýtingu á vinnutímasats starfsfólks með virkri samvinnu og hraðri útbreiðslu á þekkingu út allt fyrirtækið. Og þar eru social internetin mjög mikilvæg. Hérna eru niðurstöður úr rannsókn sem kölluð The Social Internet Study. Þessi rannsókn framkvæmt meðal yfir 600 fyrirtækja víðs vegar heiminn af öllum stærðum og gerðum
og hún sýnir að 71% innræðenda í dag eru með einhvers konar samfélagsmiðla virkni. En það áhugaverða að það aðeins 10% þessara fyrirtækja sem myndu samkvæmt skilgreiningunni hérna undan flokkast sem social intranet. Það líka svolítið áhugavert að sjá að þessi rannsókn segir okkur að starfsfólk, aðeins 19% starfsfólk er í rauninni ánægt með samfélagsvirkni innanetana og að 22% starfsfólks finnst auðvelt að nota samfélagsvirkni á innanetum. Og nú getur þetta komið eitthvað svolítið óvart því að þetta er kannski svolítið í mótsögn við það sem að umræðefni en helsta ástæðan fyrir þessu er svo að það eru einmitt samfélagsvirkna fítusarnir, þeir eru svo einangraðir að þeir ná ekki að samþætta allt innrætið í það að vera þessi social miðill. Nielsen Norman Group gerir árlega könnun meðal svona fremstu innræneta í heiminum og á síðasta ári gerður könnun meðal 42 alþjóðlegra fyrirtækja með dreifða starfsemi í Asíu, Evrópu, Bandaríkjunum og Afríku og þar kemur í ljós að 71% starfsmanna nota innræneti daglega. Það er ennþá nærri 1/3 hluti starfsfólk sem að notar innrænetið ekki dagsdaglega. En það sem kom líka fram er að það er aðgerðir sem að starfsmenn eru að framkvæma innrætunum er í rauninni bara 1-2 verkefni sem að fólk er að leysa. Og algengasta verkefni er að finna fólk. Þannig að þetta eru í rauninni svona 1-2 fítusar sem eru notaðar á öllu innrætinu. Út frá þessum niðurstöðum þá er óhætt að fullyrða að innrætið er ekki að uppfylla þarfir starfsfólks í dag. Og ef við rennum kannski yfir svona algengustu vandamál innræta sem að innræt glíma við í dag, bæði hefðbundin innræta og líka þau sem eru farin að innleiða samfélagsmiðla virkni að einhverju marki, er að fyrst er í rauninni allt og mikið efni á innrætum í dag. Það er erfitt fyrir starfsfólk að finna þær upplýsingar sem það leita. Það er mikið á úreltum gögnum á innanetinu og það er mikilvægt að gögnin sem að við höfum á innanetinu séu tímanleg. Innanetið var lengi mjög drifið áfram að tækni og er það svolítið í dag. Við erum svolítið að kaupa kerfi til að innleiða einhverja virkni, til að fá einhverja fjárfestingarnar okkar liggja oft óalega mikið í tækninni í staðan fyrir að liggja í fólkinu. Og innanetið er oft fyrirtækjamiðað í staðan fyrir að vera starfsmannamiðað. Við sjáum þetta til að mynda bara orðaforða sem er oft notaðir í fyrirtækjum. Og eins til að mynda bara hvernig notað endurmenntun eða námskeið eða eitthvað slíkt. Mörg innanet eru enn þann dag í dag óaðgengilegu utan skrifstofunar. Einmitt þegar maður þarf oft mest á þeim að halda. Þegar maður er staddur eitthvað staðar utan skrifstofunar erlendis og jafnvel ekki með aðganga VPN-tengingu eða hvað sem þarf til að komast inn fyrir innri veggi fyrirtækisins. Þannig að innrætið er mjög takmörkuðu leyti að hjálpa fólki að leysa þau verkefni sem það þarf að leysa í vinnunni. Og þetta er glæra sem að ég vikna alltaf í því að tala innrætt. Og þetta er tilvetnin í Jerry McGovern, einn helsta innrættsráðgjafa, bara veraldar. Og hann segir að gott innrætt er í rauninni survival guide to a shitty week. Þess að gott innrætt á að hjálpa starfsfólki að komast í gegnum erfiða vinnuviku. Og það á í rauninni ekkert að skipta henni máli hvað bjátar á. Við getum verið í vandræðum með tölvupóstinn okkar, við getum verið heima með veikt barn og við þurfum að gera breyting á vaktaplanin okkar eða tilkynna forföll eða redda afleysingum. Við getum mögulega þurft að nálgast einhver gögn sem að tengjast laununum okkar eins og launasæla. Við getum þurft að ljúka einhvers konar námskeiði mögulega vegna öryggiskrafna sem að fyrirtæki setur okkur og síðan þurfum við að sinna okkar verkefnum innan þess tímaramma sem að okkur hefur verið sett og við þurfum mögulega aðstoð og hjálp frá samstarfsfólki og við þurfum þekkingu til að leysa þau. Þannig að það er mikilvægt að innrætin séu aðgengileg öllum stundum og öllum stöðum. Þau séu auðvelt í notkun og það séu auðvelt að uppfæra þau og að upplýsingarnar sem séu á þeim séu alltaf aðgengilegar og að við bjóðum upp á í rauninni sjálfsafgreiðslu fyrir aðgerðir sem að eru framkvæmdar oft og eru tiltölulega einfaldar. Samkvæmt rannsókn sem að Customer Care gerði, sem er fyrirtækjans Jerry McGovern,
og þessi könnun var gerð með starfsfólks. Þá eru þetta þau helstu atriði sem eru nauðsynleg til að bæta innrætið samkvæmt skoðun starfsfólks. Í fyrsta lagi það betra skipulag og flokkun efnis. Og þarna getum við til að mynda nýtt okkur svona merki með að tagging, eins og við þekkjum frá mörgum samfélagsmiðlum. Það þarf að vera auðveldara að finna upplýsingar og leitavélar þurfa að vera samþættar yfir öll innri kerfin, ekki bara yfir innri vefsíðuna. Það þarf að samþætta þetta milli skjalakerfa og annarra kerfa. Það vantar oft skýra innrætstefnu, bæði það hvernig efni stofnað á innrætinu, hvar á það heima, hvernig taka notendurnir þátt í því að stofna þetta efni og það þarf líka að vera mjög mikilvægt að fjarlæga úrelda efnið. Það að þvælast fyrir. Að deila þekkingu ákaflega mikilvægt og að hjálpa starfsfólki að leysa verkefnin hraðar og auðveldar. Jakob Nielsen segir að nú sé samvinna og opin samskipti starfsfólk orðin einn helsti drifkraftur vaxtar og viðskipta af mörgum fyrirtækjum. En samfélagsvirkni á innrætum ofta tíðum illa samþætt við restina af innrætinu. Og það kannski útskýrir þessar tölur sem við sáum áðan það að fólki finnst samfélagsvirkni sem til staðar í dag ekki vera nægilega auðveld eða ánægilega í notkun. Þannig að til þess að draga saman nokkra punkta það hvað sem við getum lært af samfélagsmiðlunum, þá það í fyrsta lagi að innleiðing á samfélagsmiðlavirkni bara partur af lausninni. Samfélagsinnrænet snýst fólk en ekki tækni og að þáttaka, hún almennt lítil á innrænetum og við þekkjum þetta líka frá samfélagsmiðlunum að meiri hluti notenda á Facebook bara að fylgjast með því sem að gerast, þeir ekki mikið að leggja mörkum. Og við þurfum að læra á það hvernig við getum hjálpað fólki að leggja meira mörkum. Margir eru hræddir við að taka til máls, margir eru hræddir að setja fram skoðanir sínar og þarna getur verið gott að huga því að vera með til að mynda tilbúin sniðmátt fyrir það hvernig efni stofnað, að vera ekki að stofna nýtt efni heldur leyfa fólki að editera eða breyta fyrirfram tilbúinu efni. Þetta til að mynda sniðugt þegar við erum með verkefnasíður eða þvíumlegt. Og við þurfum að kunna að virkja í rauninni og nýta okkur þessa leikjafræðina eða gamification. Það hvernig við getum verðlauna notendur og hvatt á til þess að leggja eitthvað að mörkum. Og þá þurfum við líka að passa á að verðlauna það rétt og ekki of oft til þess að eyðileggja ekki virknina. Við getum lært að einfalda verkefnin á innrætunum til að mynda með því að horfa til aðila eins og Amazon, hvernig þeir nýta þessa virkni að sýna okkur að það sem þessi keypti, hann keypti líka þetta. Þeir sem lásu þetta, finnst þetta áhugavert og sýna tengt efni í gegnum sjálfvirka flokkun á efni. Og að lokum þurfum við að hafa því í huga að það tekur tíma að búa til og þróa samfélagsmiðla. Og það hefur tekið Facebook 9 ára að komast þangað sem þeir eru í dag með gríðarlega stóra og mikil fjölda notenda. Og könnunin hans Jakobs Nielsen, hún hefur sýnt að meðaltíminn sem það tekur að búa til gott innræt yfir síðustu 10 ár eru 3,5 ár. Og það eitthvað sem við höfum tekið eftir í þeim verkefnum sem við höfum unnið að með innrætin. Það oft lagt að stað með frekar svona mikið skammtíma markmið að leiðarljósi. Að það lagt í eitthvað verkefni sem á að taka nokkra mánuði og gert að stað. En fólk þarf að hafa í huga að þetta langtíma ferðalag og endalaus vinna. Og mörg kerfana sem við erum að nota í dag, þau hafa hjálpað okkur heilmikið til að mynda hefur þessi meðaltalstími sem það tekur að búa til úrvals innrænet, eins og þau sem til að mynda ná og skora eitthvað hæst í innrætskonnunum hjá Nielsen Norman Group. Sá tími hefur lækkað niður í 2,3 ár.